Jæja, góðir áhörendur, velkomnir í þátt númer 135 af sjónvarpslausum 50. Við sitjum hér í hljóðverinu í Vonarstrætinu og ætlum að fara yfir atburðið síðustu daga og rúmrar viku. Við tókum þátt síðustu viku upp svona aðeins fyrr í vikunni heldur en algengt en nú erum við hérna á föstudegi og ætlum svona aðeins að reyna að ná utan um þetta. Það er margt búið að ganga á, Sigmundur. Já, það vantar ekki og ýmsum sviðum, bæði þetta á augljóslega á alþjóðasviðinu en líka hérna heima. Fjármála áætlun loksins komin. Ég hugsa að við hljótum að gera henni einhver smá skil hérna. Já, við verðum að gera það. Kostulegt plagg á margan hátt. En það er orðið einsýnt að þetta verður líflegt hérna í pólitíkinni eftir páska og merkilegt að stjórnin skuli setja risamál og það stærsta Evrópusambandið svona ofan í sveitarstjórnarkosningar. Já, og einhver hefði nú svona talið þetta dónaskap gagnvart sveitarstjórnarstiginu og kosningunum 16. maí en þeim virðist vera alveg sama og hafa svo sem, talandi dónaskap, bara í dag er búið að setja á atkvæðagreiðslu í þinginu á sama tíma á aðalfundur SFS hefst sem að þingmönnum er boðið á. Og hvað var gert fyrr í vikunni þegar búnaðarþing var sett? Þá var sko allt á fullu hér í þinginu þó að sko það sé hefð frá 1899 að svona þingmönnum sem gefur svigrúm til þess að hitta bændur við upp á búnaðarþings. Já, það er greinilega ekki talið æskilegt að við séum mikið að hitta fólk úr grunnatvinnuvegunum. Nei, þetta er alveg makalust og alveg ný nálgun stjórnvalda og síðan sko hafnar forsætisráðherra því iðulega að eiga samtal við aðila atvinnulífsins á fundi og síðan náttúrulega tók eiginlega steinin úr fyrir rúmi mánuði síðan þegar verðbólgutölur birtust þá og forsætisráðherra lýsti því að þetta er nú bara skoðað með einhverjum útspil eftir páska. Í millitíðin er búið að hækka vexti og verðbólga hefur hækkað. Kannski þegar byrjuð að laga sig að Evrópusambandinu. Það sem skoða hlutina svona bara við fyrsta hentuleika í tilviki stríðsins í Íran. Þá var nú talið rétt að bíða svona fram yfir helgi og ekki trufla menn í frítíma, helgafríinu. Já, kontóristan í Brussel. Já. En hér, ekkert að ganga upp í efnahagslífinu og tölurnar verða verri og verri, en þá kannski að kíkja á þetta eftir páska. Já, þetta er algjörlega ótrúlegt og þessar verðbólgutölur sem að birtust í gær, vaxtaákvörðunin fyrir í vikunni, þetta ber alltaf sama brunni. Þau eru bara algjörlega búin að gefast upp á verkefninu held ég að sé augljóst að óhætt að kalla það og planið er ekkert, sleggjan er týnd og var sennilega aldrei til staðar. Bara hvers eigum við að gjalda ef að eina svarið núna er að gangi í Evrópusambandið? Ég spurði nú planið og útlistun á því hvort það væri ekki tímabært að við fengjum að vita það. En þá þuldi forsætisráðherrann bara upp úr sér markmið. Ég held að það hafa aldrei verið neitt plan þau hafi ruglast á plani og markmiðum. Þannig að markmiðin eru þau að þetta verði bara allt betra, lægri verðbólga, lægri vextir, minna atvinnuleysi og allt þetta, en þau glemdu að huga því hvernig ætti að ná því fram. Þannig að þau rugla saman markmið og plani eins og þau rugla saman staðreyndum og skoðunum. Já, algjörlega. Og nálgast alla pólitíkina núna út frá umbúðamennskunni sem ég nú lengi kvartað yfir og líka í tíð síðustu ríkisstjórnar. En nú er þetta að ná nýjum hæðum. Gott dæmi var í vikunni málum vegabréfsáritanir sem var kynnt þannig þegar það kom fyrst fram á síðasta þingi og svo aftur núna að þetta væri til þess ætlað að auka útgáfu vegabréfsáritana í svona vanþróaðri ríkjum þar sem að menn þurfa að sækja vegabréfsáritun til Íslands og fjölga þannig, eða svo ég noti nákvæmt orðalag, að laða fleiri ferðamenn til Íslands frá Sierra Leone og öllum þessum löndum.
gera þetta með öðrum orðum skilvirkara og bregðast við aukinni eftirspurn og útdeila fleiri vegabréfsáritunum. Og þetta hringdi nú viðvörunarbjöllum víða, meðal annars hjá vinum okkar í Schengen samstarfinu sem að telja nú ekki rétt að öryggi á landamærum sé blandað saman við það að reyna að útdeila sem flestum vegabréfsáritunum til þeirra sem að í auknum mæli leitast við að sækja vegabréfsáritunum sem ferðamenn og losa sig svo við vegabréfin á leiðinni eða bara framvísa þeim og sækja hæli. Það var nú bent á það að meðal annars af stofnunum ríkisins á Íslandi að það þyrfti að huga vel að þessu. En hver var niðurstaðan? Jú, tilgangi markmiði frumvarpsins var breytt. Þannig að markmiði var ekki lengur að útdeila sem flestum vegabréfsáritunum og laða ferðamenn til landsins og eins og þú bentir á í ræðu áhrifamatinu var bara hent út. Bara í heild sinni, ég hef aldrei séð þetta áður. Þannig að frumvarp sem var til þess ætlað að auka útgáfu vegabréfsárituna nú kynnt sem mál til þess að ekki hvað síst gera það auðveldar að hafna vegabréfsáritunum. Sem hvorki sko ráðherrann nefndi í framsöguræðunni, nýja stendur það að finna í greinargerð málsins. Nei. Þetta bara nýtt markmið Já. Til að halda málun á lífi. Þetta alveg markmið, sama frumvarp. Algjörlega óskiljanlegt. Ja, það búið að gera einhverjar breytingar á því reyndar en samt, þetta frumvarp sem að var samið í öðrum tilgangi en nú haldið fram. Já, nákvæmlega, það blasir við og einhvern veginn skrítið að sko þau hengi sér með þessum hætti á þetta mál. Ég held þetta á endanum þegar sko þetta markmið að fá 50 til 80.000 ferðamenn frá Sierra Leone og öðrum svæðum sem að erfitt eigum vik að verða sér út áritanir hingað, þá situr eftir bara þessi útþenslu stefna utanríkisráðuneytisins. Já. Það sölsa undir sig fleiri og fleiri verkefni sem að utanríkisráðuneytið telja annarkvort skemmtileg eins og var í ferðaþjónustunni forðum eða til þess fallin að auka sértekjur með einverum hætti þess heildar umfang ráðuneytisins. Já, það einhver draumur að verða það ekki bara ríki í ríkinu heldur stækkandi ríki í ríkinu. Já, akkurat. Og á sama tíma eru sko menn uppteknir við það að koma okkur í bobba varðandi furðurlega meðalgöngu í máli Suður Afríku fyrir dómstólnum í Haag. Já, og með mörgum af þeim löndum sem að nú kannski veita greiðari leið að vegabréfsáritunum til Íslands. Félagsskapur sem að nú ekki alltaf talið gott að vera í, reyndar þarna Spánn, Evrópuríki með í þessu, undir stjórn sósíalistana þar. Bara til upprifjunar sko, þetta eru sko Líbía, Egyptaland, Suður Afríka, Tyrkland, Jórdan, Kólumbía, Nicaragua, Mexíkó, Chile. Og hinum megin skal ég segja þér, hinum megin voru Þýskaland, Bretland, Kanada, Bandaríkin, Norðurlöndin öll. Já. Þetta þetta sko, og svo Þorgerður Katrín hissa á að sko aðalspaðin sem hún ætlar að hitta í DC hafi ekki nefnt að hitta hana. Já, vildi svo til að þetta var tilkynnt með miklu stolti rétt áður en utanríkisráðherrann lét sig loksins hafa það að fara til Washington. Tilneyddur. Já. En þá hafði orðið einhver ruglingur í dagskránni, tvíbókanir sögðu menn og hún fekk ekki að hitta þá sem að voru nú kannski helst tilefni ferðarinnar. Nei, akkurat, það það sem gerðist. En þetta já, ég ekki viss að utanríkisráðherra sé að vinna okkur til gagns þessa dagana og kannski ef við tökum smá svona, í síðasta þætti þá fórum við hans inn á, þá var nýloki fyrstu umræðu ESB, þingsályktun þjóðaratkvæðagreiðslu í haust, í lok ágúst vegna áframhaldandi aðlögunarviðræðna.
Sko það sem hefur birst síðan eru þetta vekur mann ugg. Það ber alltaf þess merki að það ég halda umræðinu eins lítilli og nokkur kostur Já, já, gengur allt út á það. Gengur allt út á það og Þorgerður Katrín utanríkisráðherra mætti á opinn fund utanríkismálanefndar í vikunni og sko ef maður er sangjar þá varð þetta samtal hennar og stjórnarliða annars vegar sem voru bara með stóðsendingar og síðan sko svar leysi gagnvart sko stjórnarandstæðingur sem spurðu ráðherranum nú eiginlega til skammar. Algjörlega tilgangslaus fundur. Viðreisnin eins geta bara búið til myndband og sett út á Facebook frekar en að fara í þetta leikrit þar sem að ráðherrann í stað þess að svara spurningum stjórnarandstöðunar málið rantaði bara allt mögulegt annað og stjórnarliðarnir síðan, eins og þú segir, með fyrirgjafir tíuð upp fyrir hana til að flytja hérna hefðbundnu frasa sína. Já, og bara linnulausar árásir á stjórnarliða eitthvað sem tengdist spurningunum ekki, nei, stjórnarandstöðunni hluti sem tengdust málin ekki neitt og spurningunum alls ekki. En það er nú svona orðið svona plagsiður að það er upplýsingum haldið frá og við lentum nú síðast í því bara það var verið að kynna fjármálaáætlun í gær á 50 degi. Já. Og þar hafði ég sem fyrrum daginn farið í óundirbúna fyrirspurn við fjármálaráðherra bara varðandi það hvernig ætti að birta gögn í þetta skipti því að fyrir ári síðan, sem á síðasta þingi, fyrsta fjármálaáætlun Daða Más Kristóferssonar sem fjármálaráðherra, þá vantaði gríðarlegt magn gagna til að fjármálaáætlunin uppfyllti lög opinber fjármál og Daði varðist fimlega þá og sagði þetta allt vera á misskilningi byggt og þvælu hjá okkur sem gagnrýndum. En það endaði nú þannig að sko stjórnarandstaðan sá engan annan kost en bara ganga út úr þessari umræðu þarna í fyrra vegna þess að allt sem að umræðan hverfist er í þessum gögnum sem sagt, greinagerðum, mati og áhrifum, mælikvörðum og þarfundugötunum. Þetta eru svona 200 blaðsíður sem að vantaði í fyrra. Og hvað gerist núna? Það vantar aftur. En það sem gerðist þó er að Daði lofar þessu að þetta verið. Hann reyndi líka einhvern aðeins að blekka því. Þú kallaði hann út með það. Já, hann nefnilega reyndi að plata mig og þingið sem er ekki fallegt og hélt í fram að þetta hefði allt sem að verið birt til samræmis við lögum opinber fjármál. En hvenær var þetta birt og hvar? Jú, þetta var falið í einhverju skýrslu hvers ráðuneytis, ársskýrslu. Heyrðu, og hvenær er svo skýrsla birt? Löngu eftir að umræðinni lauk. Já. Þetta er bara sko Svo fór hann að tala að það væri nú hægt að fylgjast með því í ráðuneytinu hverjir opnuðu það, hversu margir opnuðu skjalið og það hefði nú ekkert margir opnað þetta skjal þegar það birtist. Af því að umræðin í fyrsta leið var það falið og í öðru leið var umræðin búin. Já. Þetta er auðvitað ekki hægt sko og síðan kynnir Daði hérna fjármálaáætlunina seinna sama dag og mér sýnist upplýsingarnar hvergi vera ínáanlegar þar. Nei. Þannig að þetta er auðvitað algjörlega forkastanlegt og svona bara partur af stærri mynd sem er að teiknast upp að það á einhvern veginn annars vegar að sko gera hluti í kyrrþey eða þá að afvegleiða umræðina. Já. Og hérna þessi fjármálaáætlun er náttúrulega kostuleg. Þau eru búin að nefna þetta núna ítrekað lengi þegar þau eru spurðum hvort þau ætla ekki að grípa til aðgerða í ljósi þróunarinnar í efnahagslífinu, í atvinnulífinu og fjármálunum. Þá var svarið alltaf, já, nú er að koma sko fjármálaáætlun, það sem að við munum taka á þessu. Einmitt. Svo kemur hún og boðar, hvað? Meira því sama, áframhaldandi gjalda og skattahækkanir. Og engar smá hækkanir en þá er stuðst í þetta fyndnasta nýyrði seinni tíma yfir skattahækkanir, aðhald á tekjum. Já, þetta er ekki hægt. Þegar ég heyrði þetta fyrst, þá hélt ég þetta að vera jákvætt. Nú, ætla að menna, án í tíð síðustu ríkisstjórnar, ætla að menna að fara að sína aðhald í skattlagningu. Nei, aðhald á tekjuhliðinni þýðir meiri skattar. Já. Og svo Nanna benda á í Facebook status í gær, hérna, nýyrði eitt til viðbótar ofan og öll hinn, umbætur í skattkerfinu. Já. Það er það nýja. Heyrðu, sko, heildartekjur ríkissjóðs eru áætlaðar að hækki rétt 500 milljarða á áætlunartímabilinu.
500 milljarða. Já, Sko, og þetta er einhvern veginn, sko, maður á nú eftir að gefa sér meiri tíma til þess að svona kafa djúpt onni í plaggið og tengd gögn sem vonandi verða birt áður en að kemur til fyrstu umræðu. Annars verður væntanlega lengsta fundarstjórn sögunar í aðdraganda þess ef að Daði Már heykist á að birta gögnin sem beðið er já. En sko, þetta eru, það er einhver svona síbrota ára sem hvílir yfir, sko, nú er ég að hugsa upp átt, en mér sýnist á öllu að Viðreisn sé verst stjórnarflokkan í þessu. Flokkur fólksins er nefnilega ekkert að fela vond áhrif mála sinna. Þau bara tala þetta eins og þetta er, sko, og Samfylking og Viðreisn leyfa hlutunum að gerast. En Viðreisn held ég að sé gjarnari á að fela efnisatriði mála sinna, Evrópu, ESB, þingsályftunin, fjármálaáætlun og allar skatta- og gjaldahækkanirnar sem Daði ber hérna gegnum þingið. Mál varða sjávarútveginn eru borin fram af ráðherrum Viðreisnar, mál varða landbúnaðinn. Þetta er... Já, Viðreisn er náttúrulega bara komin á þann stað að hún lifir í sínum eigin veruleika, í sínum eigin heimi. Og svo þegar bent á raunveruleika, þá segir mann bara nei. Og þess vegna bíðum eftir því að sjá ef þau komast að stað með þessa aðlögun á Evrópusambandinu. Hvernig Þorgerður bregst við því þegar hún er farin að gefa eftir í auðlindamálunum sem að hún lofaði að væri forsenda að við héldum varanlegum og heilum öllum yfirráðum yfir auðlindunum. Varanlega. Já. Og þá spyr maður, ætli þá samt að opna til dæmis sjávarútvegskaflann? Af því að það var ekki hægt að opna hann síðast. Hann verður ekki opnaður nema menn lýsi vilja til að gefa eftir. Það er akkurat málið. En hvernig ætlar hún að fóðra þetta þegar það kemur? Ég held að verði bara með sömu aðferð, endur skilgreiningu veruleikans. Já. Og segir bara, jú, þetta eru víst undan þar. Svo er Þorgerður Katrín auðvitað í miklum vandræðum með þetta internet. Að því hún talar með svo ólíkum hætti hér heima úti. Já. Það er bara Þorgerður úti og Þorgerður heima er bara sitt hvor stjórnmálamadurinn. Erlendis þá er þetta bara, sko, hnefinn á lofti og Ísland orðið aðeinslega Evrópusambandinu fyrir árslok 2028. Jafn skrautlega og tímalínan og öllu þarf nú að vera til þess. Hér heima, nei, þetta skiptir... Við erum bara að fara að kanna hvað við bjóða okkur. Hvað er í bakkanum og bara treystu ekki þjóðinni. Það er ekkert í þessu, það er engin áhætta. Stjórnmálamenn reyndu nú þetta stundum hérna áður fyrr að tala aðeins með ólíkum hætti í ólíkum héröðum og treystu á að það spyrist ekki á milli, svona fyrir tíma útvarps og sjónvarps og svoleiðis. Svo er þess að fjandans framfarir sem kom í bakið á mönnum. Já, svo núna þá er þetta ekki alveg hægt að gera þetta með þessum hætti, þótt Þorgerður reyni að láta eins og það sé þá árið 1923. En það er samt óhjákvæmilegt að ræða og leitast við að útskýra fyrir almenningi raunveruleika þessa máls, af því að annars getur hún og þau komist býsna langt á blekkingunum. Með öðrum orðum, það er ekki hægt að treysta bara á að menn setji sig inn í hlutina á netinu, heldur þurfum við að draga fram raunveruleikann. Já. Það er einhvern veginn hlutskipt okkar sem stjórnarandstaða við þessa ríkisstjórn að við þurfum að vera stöðugt að minna á raunveruleikann. Já, það er bara verkefni okkar nú stundir og tryggilega fram á haust. En síðan er, sko, bara aðeins aftur að fjármálaáætluninni, sko, það eru þarna atriði, ég raka augun í til dæmis að útgjöld til fatlar og öryrkja, þau eiga á næstu 5 árum bara þróast í takt við mannfjöldaþróun. Veistu hvað gleymist þar? Já, það voru nú stórar ákvarðanir teknar, annars vegar lögleiðing sáttmálans réttindi fatlaðs fólks, akkurat, sem var reyndar búið að fullgilda fyrir löngu síðan og staðfesta, en
aftur komið það sem er mikilvægi þess að við reynum að setja hlutina í samhengi og útskýra. Það að leiðið í lög felur hins vegar í sér grundvallar breytingu, því að þá er hægt að gera kröfu eitt og annað sem kostar mjög verulega peninga og möguleiki stjórnvalda á að meta hlutina minnkar. Sérstaklega þetta settu sveitarfélög út á þetta, af því að þeim er ætlað að bera megnina kostnaðinum sem að kom ekki fram. Hver er þið? Og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu meta árlegan kostnað 14 til 18 milljarða. 14 til 18 milljarða. Og svo eru það almannatryggingarnar, það sem að markmiðið virðist vera það að það verði bara enn hagkvæmara að koma til Íslands og vinna hérna í smá tíma og fara síðan á bætur. Og síðan til viðbótar við þá eru þetta vísitölubeinding bóta sem að í frumvarpinu stendur að kosti 5 milljarða á ári og það er hvergi gert ráð fyrir þeim í fjármálaáætlun sýnist mér. Þannig að sko það sem blasir við er að fjármálaáætlunin er óraunhæf. Þannig er bara ríkisstjórnin búin að setja kíkinn fyrir blinda augan og það er verst þegar sko fjármálaráðherra og ríkisstjórnin blekkja sig sjálf. Já, en það skiptir þau bara engu máli virðist vera hversu margir og hverjir reyna að vara við vilsinni hjá þeim. Svo í þessu tiltekna máli þá varaði ASÍ við þessu, atvinnurekendur vörðu við þessu, fjármálaráðuneytið sjálft varaði við þessu, fjármálaráð, læknafélagið, alls konar stofnanir og samtök vörðu við þessu máli sem að gengur út á hvað? Jú, að búa til aukna hvata til þess að vinna ekki og leið er til þess fallið að eða hannað þannig að eldri borgarar eigi að bera hallan af þessu að verulegu leyti. Það var bara að ganga í lífeyrissjóði eldri borgara. Það er akkúrat það sem gerist. Já. Þetta er nefnilega alveg ótrúlegt mál og algjörlega ótrúlegt að Samfylking og Viðreisn hafi látið þetta rúlla hérna í gegn. Og það skýrir það meðal annars að það hafi engin viðreisnarmaður farið í ræðu í málinu. Ekki fyrstu umræðu, ekki annar og ekki þriðju. Grímur Grímsson fór í andsvör 2 sinnum og fór síðan í mínúturæðu atkvæðagreiðslunni, svo það er kallað. Já, og að því marki sem þau tjáðu sig þetta, þá voru það bara umbúðirnar sem voru þessar. Hér erum við að koma til móts við eldri borgara og öryrkja. Nei, þið eru að fara að ránshendi lífeyrissjóði eldri borgara og þið eru að búa til kerfi þar sem að er hvati til þess að fleiri fara á bætur sem að ella hefðu nýst minni hópi þeirra sem að raunverulega þurfa á bótunum að halda, þurfa mest á þeim að halda og þar af leiðandi hefði verið hægt að bæta kjör öryrkja miklu meira heldur en hægt er ef að þetta er til þess hannað að stækka hópinn. Já. En sko þetta er áhrifin af þessu, þau get ekki komið fram annars staðar en á útgjaldahlið ríkissjóðs og þess vegna nefni ég þetta í tengslum við fjármálaáætlunina. Þarna eru bara sko einhverjar blekkingar í gangi og ég sá það sömuleiðis að það er áætlað að sko vaxtaútgjöld vaxi 20 milljarða, 20.000 milljónir á ári frá 2027 til 2031. Á sama tíma og ríkisstjórnin heldur því fram að nú sé sko tímabil niðurgreiðslu skulda hafið. Það er eitthvað sem, aftur með þeim fyrirvara að maður er ekki búin að hafa tíma til þess að svona glöggva sig svona á þess á dýptina, en það er fullt af atriðum, mér sýnst til dæmis ekki gert ráð fyrir neinum kostnaði af ESB-bröllinu. Nei, sem betur fer, þá virðist þú ekki gera ráð fyrir að... Heldur þetta verið ókeypis? Nei, við hljótum að áætla þessu heiðarlegi þessu og gerir það bara ekki ráð fyrir að það verði af þessum aðlögunar viðræðum, því þær eru dýrar. Já. Þær myndu setja þetta öfugmegin við núllið, en það var einmitt aðalmálið hjá þeim að með þessum áformuðu skattahækkunum og gjaldahækkunum öllum og með því að líta fram hjá
þessum fyrirsjáanlegu útgjöldum, þá væri hægt að skila hallalausum rekstri árið 2027. Upp á 1 miljard Afgangur upp á 1 miljard króna, af 6. 0,06% af áformuðum Ég tekjum. held með þess að vanti 0 í þetta höður. Er ekki 0,006 held ég að sé. Þetta er semst 1 miljardur af 600 miljónum. Já, 600 miljardum. já. Þetta er innan skekkjumarka. Þetta er bara algjörlega innan skekkjumarka og verður áhugavert að sjá hvernig þau útskýra það verður allt eitthvað öðrum að kenna þegar þetta gengur ekki eftir hjá þeim. Já, en í öllu falli, sko, þetta skiptir raunverulega engu máli. Þetta er marginalt eins og það stendur. Já. Og hérna er, sko, 1 miljardur af 615, þetta eru svo mikið sem, nei, þetta var rétt hjá þér, 0,06%. Það var 0 ofvikið í hugareikningunum hjá mér. En upphæðin er ekkert hærri fyrir vikið. Nei, allt innan skekkjumarka. Já. Og ég einhvern veginn, ég held að þetta sé ekki það skilaboðin sem Seðlabankinn var að vonast eftir. Ég er mjög fjarri því. Og sko, Seðlabankastjóri sagði beinlínis í síðustu viku að sko það væri margt annað sem þyrfti að horfa til annað en hallalaus fjárlög í ríkisrekstrinum. Og vissulega væru hallalaus fjárlög mikilvæg, en þau væru nú stundir ekki það mikilvægasta. Og fór hérna með býsna ítarlegum hætti rökstuddið þau sjónarmið. Þannig að Þú manst hverju langstærsti undirliggjandi þátturinn var opinber þjónusta. Opinber þjónusta. Þetta er ríkisstjórnin keyrir þetta allt saman áfram. Og fyrir þetta, ég held að Vilhjálmur Birgisson hafi nefnt að þetta veri 11 milljarða hækkun verðtryggðra lána heimilanna sem kom til með þessu skoti núna, þessari mælingu núna. Já. Þetta er bara á einu bretti. Svo það sé ekki fyrir lagi. En þú manst að hitt afrekið sem við státt að segja að vera að ætla að snúa við þeirri þróun að fjöldi ríkisstarfsmanna hafi vaxið hérna gríðarlega. 19%. 19% frá árinu 2019. Gríðarlegu vöxtur sem við höfum nú bent á hérna ár eftir ár. Já. Á þess að brugðist það verið við því. En nú ætlar þessi ríkisstjórn að bregðast við og á næsta ári hyggst hún fækka ríkisstarfsmönnum 1%. Heilt prósent. 1% til að vinna á þessum 19% sem bættist þannig við á skömmum tíma. En á sama tíma má gera ráð fyrir því að 5-7 meira prósent hætti störfum hjá ríkinu vegna aldurs eða af öðrum ástæðum. Bara svona einmitt náttúruleg velta. Já, þannig að þau ætla að bæta það allt upp og hafa minnkunin ekki nema 1%. En sko alvarleiki þess að skilaboð ríkisstjórnarinnar séu með þessum hætti er að það eykur verulega líkurnar á því að með minnir að næsta vaxtaákvörðun Seðlabankans sé í maí, líkurnar á hækkun þá til viðbótar þá sem kom til í síðustu viku margfaldast vegna framgangs ríkisstjórnarinnar. Og margir velta fyrir sér, vill ríkisstjórnin ekki bara hafa þetta allt í köku þegar kemur að þessum furðukosningum þeirra í ágúst? Já, maður getur eiginlega annað en velti fyrir sér. Hvaða önnur skýring getur verið á svona framgöngu og svona nálgun á málinu? Ég hef reynda spurt fjármálaráðherrann að þessu ítrekkaði núna í meira en ár hvenær hann ætla að bregðast við öllum vísbendingunum að planið sé ekki að ganga eftir og hlutinni sé að þróast í öfuga átt vegna aðgerða og aðgerðaleysis ríkisstjórnarinnar. Hann segist alltaf að vera að skoða þetta og fylgjast með og ætla að bregðast við. Ekkert gerist í því og kannski er hann líka bara komið með hugann til Brussel. Eða í kulnun? Í kulnun, já. Það er í öllu felli, hann var dreginn í auglýsingu í miðvikudagsmókanum og 15-smókanum. Ég held að þessi samtök opinberra starfsmanna hefði nú getað sparað sér sparað félagsmönnum peningin sem fór í þessar auglýsingar allar.
þetta Það sé sýndarmennski báðar áttir sko og engin áform að klára þetta hjá ríkisstjórninni. Sko málið ég held að sko varandi þetta frumvarp afnám áminningaskyldu. Ég held að framlagning málsins, tímasetning þess, segir bara, þetta verður ekki, það engin áform að klára þetta á þessu þingi. Sama óttast ég að sé varandi lagareldið sem var mælt fyrir núna í vikunni. Risastórt mál, 131 blaðsíða frumvarpið og margt umdeildra atriða. Það mál sem að mér segir svo hugur að hugur fylgi ekki máli og þau eru fleiri. Þannig að ég held að það sé svona það sé orðið svona dálítið gegnsætt þegar þau eru að sýndarmennsku framlagning mála sem munum eftir að ræða þetta í júní þegar þingi búið eða klárast í júní að hvernig þessum málum reitt af. Það mér til efs að þau eru kláruð. Já, það sér eftir þér. Svo mál sem að kannski ræðum aðeins á eftir en að því við erum svona búin aðeins í útlandamálum núna, tökum þingmálun á eftir, þá eiginlega verðum við að nefna þetta mál varðandi bílakjallarinn í Borgartúninu. Það sem Morgunblaðið útlönd eru komin í Borgartúnið. Sko, ég fekk nú að lesa það upp ég fekk sent skilabóð frá gömlum samfylkingarmanni, öflugum manni sem að sendi á mig: margur vinstrimaður vaknaði með látum, hugsaði, crowdfundaði ég flutning á Hamasleiðum til Íslands og síðan, en menn gátu svo anda léttar eftir yfirlýsingu lögreglustjóra. Þetta var víst bara saklaus skipulögð glæpastarfsemi. Og þetta í kjölfar fréttar Morgunblaðsins af þessum átökum í bílakjallarum í Borgartúni á hæð -2, þar sem að ég hefði nefnilega fengið fréttir af því á fyrirstigum að starfsmönnum væri svona ráðlagt gegn því að vera mikið að leggja bílnum á -2. Og til dæmis konum alveg sérstaklega ráðlagt að vera ekki þar. Já. Þetta þetta ótækt ástand og ef að síðan raunin svo eins og virðist vera að þarna hafi meiri hluti þeirra sem þarna voru í grófum ofbeldisverkum, ég hef keyrt á mann og ég veit ekki hvað og 20-30 manna hópur í einhverju uppgjöri, að megin hluta til hafi þetta verið Palestínumenn með litla tengingu við landið, öllum líkindum nýkomnir hingað. Var þessi hópur að hluta til að koma með flugvélinni sem ríkisstjórnin fyrrverandi sendið á svæðið? Ég vil bara fá að vita þetta. Já, Ísland skar sér náttúrulega algjörlega úr hvað það var að því að nágrannalöndin, Arabalöndin sagði nú bara, við tökum ekki einn mann frá þessu svæði og Evrópulöndin mátaði sem svo og önnur vestræn ríki, við verðum að hjálpa þeim þarna á svæðinu og setja sem mestan kraft í það, en við förum ekki að taka við fólki beint frá svæði sem hefur búið að vera undir stjórn hryðjuverkasamtaka í 20 ár. Nei. Allt kerfið, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, allt undir stjórn þessara samtaka. Það þjóðir sem best þekkja til, það hvarflar ekki að þeim. Nei. Við sendum flugvél. Já. Það er ótrúlegt mál. Já. Ótrúlegt. Og svo bárust fleiri í gegnum önnur lönd og bara fá dvalarleyfi, hæli hér, fremur en að vera sendir aftur til örugga landsins sem þeir komum frá. Og þetta náttúrulega bara eitt dæmið af mörgum þetta fullkomna stjórnleysi og ótrúlegu einfeldni sem hefur verið ráðandi í þessum málaflokki á Íslandi undanfarin ár. Og afleiðingarnar birtast núna, dag frá degi, í ofbeldisbrotum. Við heyrum stöðugt fréttir af því að einhver gengi, hvort sem það unglinga eða skipulögð glæpagengi, fari hér með yfirgangi og ofbeldi, og þetta svo ótrúlegt og kannski svona, ætti að vera til þess fallið að vekja menn aðeins til umhugsunar, að þegar að menn koma á þeim forsendum að þeir þurfi hæli, þeir þurfi að flýja ofbeldi, þeir þurfi aðstoð og það tekið vel á móti þeim með öllum þeim kostum sem að hér boðið upp á.
fyrir hælisleitendur að bara nánast samstundis fari menn að níðasta samfélaginu sem að taka á móti þeim. Já, já. Og þessu lentu aðrar þjóðir í fyrir all löngu síðan og tók þær allt og langan tíma að átta sig. En það var meðal annars vegna þess að þar eins og hér mátti ekki ræða þetta. Það var talið fordómafullt að ræða þetta og lögregla í mörgum þessara landa, meðal annars á Norðurlöndum, leitaðist við að fela allar þær upplýsingar sem að gætu verið til þess fallnar að vekja fólk til umhugsunar eða valda áhyggjum af þessari þróun. Já, já. Menni vildi ekki verðast fordómafullir. Svíþjóð er besta dæmi í þeim efnum. Já, algjörlega. Og sko í því samhengi Þar könnuður númer þess að tölfræði já. stemma á öldinni. Sem betur fyrir syntu Danindi þeim betur. Já. En sko einmitt í því samhengi finnst mér óþægilega þessi yfirlýsing yfirstjórnar lögreglunar þess efnis að svona reka hornin í frétt Morgunblaðsins vegna þess að Morgunblaðið hefur núna seinast í frétt á blaðsíðu 2 í föstudagsmókanum ramma það býsna vel inn að heimildirnar eru traustar frá traustum aðalum innan úr lögreglunni. Já. Þannig að það er eins og það sé yfirstjórnin, sé eitthvað lítil í sér og sjáum til dæmis bara það sem augljóst er. Það hefur verið sko Egill Helga, Bubbi Mortens og hinir ýmsu hafa verið Usual suspects hafa verið að reka hornin í Morgunblaðið vegna þessa fréttaflutnings og sérstaklega gert sko það er tortryggilegt að það var ekki blaðamaður skrifaði fyrir fréttinni. Af hverju skildi það nú vera? Já, mitt. Af hverju skildi það nú vera? Af hverju eru lögregluskýrslur ekki með sko nafni undir þegar mál sem þess eru handiruð? Það er að því að þetta lið, þessi gengi, þessi glæpamenn víl ekki fyrir sér að hóta þeim hvort sem það eru lögreglumenn eftir atvikum blaðamenn að hverjum sem er og það er ástæðan ekki einhver svona uppblásin þvæla úr þessum sjálfskipuðu réttlætisriturum sem hafa vaðið fram og sko það að menn það er ekki hægt að sko líka þessu neitt annað en þöggunartilburði. Það er svona verið að reyna sko að draga úr vægi fréttaflutningsins og tryggja að sambærilega fréttir verði ekki fluttar. En ég held að það skiptir mestu máli að við flytjum tölum sem opinskáast þetta. Bara höfum þetta allt upp á borðum. Ég held að það sé það sem almenningur vill. Það er nauðsynlegt. Og það er eina leiðin, rétt eins og með útlendingamálin og fleiri mál. Bara tölum málin eins og þeir eru á grundvelli staðarinda og þá verða allir bæði rólegri og það er hægt að ná tökum á vandanum. Já, eins og ég gat í samfélagsmiðlafærslum þá hef ég alloft á undanförnum árum rætt við lögreglumenn það sem að þeir eru að fást við. Og þeir lýsa fyrir manni hlutum sem að hvergi hafa komið fram í fjölmiðlum og almenningur á Íslandi kannski gerir sér enga grein fyrir. Þeir lýsa rosalegu ástandi sem komið upp í samfélaginu út af þessum málum. Og þeir hafa áhyggjur af tvennu, þeir hafa áhyggjur auðvitað af þessum hópum þeir hafa áhyggjur af tvennu varðandi það koma skilaboðum á framfæri. Þeir hafa auðvitað áhyggjur af þessum hópum og viðbrögðum þeirra, en þeir hafa líka áhyggjur af viðhorfinu í yfirstjórninni að það sé bara ekki talið við hæfi að segja fólki hlutin eins og þeir eru. Af því að það sé frekar hlutverk lögreglunar að reyna að viðhalda einhverju samfélagsró, komi vekk fyrir óróa og áhyggjur í samfélaginu, komi vekk fyrir fordóma, þetta vók allt saman. Það er aldrei að takast vel hann í bílastkjallaranum. Nákvæmlega, því að ef menn reyna þessa leið, eins og reynd var svo víða annars staðar, þá eykst bara vandinn og það verður erfiðara að taka á honum og endanum jafnvel ómögulegt. Já. Bara aftur spurjum Svíþjóð. Já, hvað ætli menn geri varðandi þennan bílakjallara? Ætli það verði eins og með kaffistofuna við flugstöðina? Heimar fari í viðhald. Já, kjallari -2 lokaður vegna viðhalds.
Kaffistofan ennþá lokuð, sko, og það er ekki, það er ekki búið að negla einn nagla þarna, held ég, út af þessu brýna viðhaldið sem að þurfti að ráðast í. menn bara þor ekki að taka á málunum. Nei, menn þora því ekki. Það er vandinn. Og þá ganga hinir á lagið. Já, já, og vita að menn lippast niður. Já, Og sko, ég var nú bara búin að, ég ætla ekki að segja að þau eru búin að gleyma kaffistofumálun en það svona hafði ekki komið í huga mér lengi hérna, þetta er fyrir neðan allar hellur já, og svona að því það er nú verið að stofna fleiri OHF fyrirtæki núna sem verða einhvern veginn ríki í ríkinu já, eins og virðast það hefur nú reynst vel. eins og það hefur nú reynst vel sko þá að bæti í núna. Herru, ég verði í því samhengi. Menn eru nú alveg gengnir af göflunum varðandi gjaldtöku og akstur og ökutæki. Já, já. Nú að bæta við sko 20 milljarða á ári í þessa þríþraut eða fjórþraut hvað var það sérstöku gjaldtökuna ofan á sko núverandi gjaldtöku. Þetta er algjörlega með ólíkindum. Það er bara eins og það sé engin bremsa á stjórnarflokkunum hvað var það gjaldtöku akstur og ökutækjum. Og þarna eru sko auðvitað hækkanirnar sem voru innleiddar með kílómetragjöldunum áramótin, svo eru það tafagjöldin út af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins upp á held ég 17 milljarða á ætluðu ári, það eru gjaldtaka út af samvinnuverkefnunum og fleira. Sko ef að ríkisstjórnin heldur að þetta séu skilaboðin sem þarf að senda til að Seðlabankinn meti líkur á því að verðbólguvæntingar fari niður, þá eru þau að misleysa stöðuna mjög mikið. Já, já, það er þessi skortur á raunveruleikatengingu. Hann birtist okkur hér í þinginu á hverjum degi og það er endalaust hægt að rekja sögu þessara gjald á umferð og hvernig menn hafa nálgast það án veruleikatengingar. Þú manst nú eftir umræðunni hækkanirnar á sjávarútveginn sem að var rökstudd fyrst og fremst með því að þetta fari í samgöngubætur á nærsvæðunum og svo þessi kílómetragjöld sem áttu að leysa málið allt til þess að leysa einhvað sem að er þegar verið að taka tvöfalda skattheimtu með það sem að varðir í umferðina í samgöngunar. Já, já. Og svo núna ný gjaldtaka, veggjöld, væntanlega miklu leyti til að fjármagna óendanlegan hallarekstur borgarlínunnar. Hér að búið verður að selja þessa verðmætustu eign ríkisins Keldnalandið og breyta því í einhverjar óseljanlegar íbúðaþyrpingar. Bílastæðalausar. Já. Þá þarf alltaf að finna nýjar leiðir til að taka gjöld af fólkinu og kolefnisgjöldinu þetta sem leggjast á eldsneytið. Og nú að fara að taka líka ekki gjald af rafmagni þakki og vatni og mannvirkjum orkufyrirtækja. Já. Þannig að ástæðan fyrir því að ég er að nefna þessi fáeinu dæmi er að rökstuðningurinn hverju sinni heldur aldrei lengi. Af því þetta er bara allt umbúðir sem að snúast það að leggja sem mestar álögur á almenning og segja í hvert skipti þetta verður lausnin. Sko. Við fáum þessa peninga, þá getum við lagað hlutina. Og svo er leikurinn endurtekinn aftur. Já. Og bara lausnin sem var búið að boða með birtingu fjármálaáætlunar í gær, það er einhvern mesta púðurskot þessara ríkisstjórnar hingað til og er nú nóg að þeim. Já. En þetta er svo mál sem að við verðum aðeins að koma inn á. Ég nefndi held ég einu orði hérna í byrjun. Það er þessi áform innviðar á þeirra að svona stórskaða margar sjávarbyggðir landsins með því að taka til sín ýmsa þeirra potta sem fall undir svokallan 5,3% pott fiskveiðistjórnunar kerfisins sem er sem sagt byggðakvótin eða félagsleið í potturinn eins og það kallað. Og það á að taka þetta áform ráðherra að taka þetta meira með allt saman til sín og endur útluta til strandveiði.
Vandinn, Þú verður að útskýra fyrir fólkið á mölunni hvað þetta þýðir. þetta þýðir það að það er þau sveitafélög og fyrirtæki sem hafa notið sem sagt, kvóta úr þessum pottum hinga til. Þau eru svona að megnum til að missa þann stuðning sem er oft grundvöllur heilsársrekstrar, heilsársútgerðar. Þannig að það sem innviðaráðherrar eru að gera þarna er að fórna gríðarlegum fjölda heilsársstarfa fyrir örlitla viðbót gagnvart sumar úthaldinu sem að strandveiðarnar eru. Já. Og mér sýnist þetta að vera þannig að með þessu nái innviðaráðherra að framlengja strandveiðtímabilið svona 2,1 daga og þetta er ansi dýru verði keypt verði að viðurkenna. Að steikja Stykkishólm. Að steikja Stykkishólm til dæmis, algjörlega og fleiri byggðir sem að er að njóta stuðnings úr þessum pottum og síðan náttúrulega opinberar innviðaráðherra fullkomið þekkingarleysi á sögunni með því að til að mynda með hvaða hættan talar skelbæturnar sem eru tilkomnar vegna skerðingar sem að þau fyrirtæki sem fengu þann kvóta upphaflega urðu fyrir í öðrum aflaheimildum, fyrst og fremst þorski. Og það er þannig að þetta það verður miklu meira að tala það sem swap heldur en bætur. Og því að það hefur ekki verið raunin við neina aðra tegund sem hefur kvótasett að útgerðir hefur verið skertar á móti þegar það hafa komið sér upp veiðireynslu og skapa þau verðmæti sem veiðireynsla skilar fyrir land og þjóð. Já. Því að það þetta ríkissjóður nýtur þess þegar fyrirtæki leggi kostnað við að búa til ný verðmæti og sækja búa til verðmæti úr nýjum stofnum. Þannig að þetta er mál sem að verður mjög umrætt held ég milli páska og fram að sveitarstjórnarhléi í fyrstu umræðu. Ég sá að fjármálaráðherrann reyndi að snúa sig út úr þessu í svari við spurningu Jens Garðars held ég, Helgasonar. Innviðaráðherra meinar. Það var fjármálaráðherra. Fjármálaráðherra. Alveg rétt, fyrirgefðu. Sem að sagði spurður þetta, hvort þetta væri nú, og vísað var í grein sem hann skrifaði í erlent fræðir. Alveg rétt. Þess efnis að þetta væri mjög óhagkvæmt það sem hann nú verið að leggja til. En hann sagði að samfélagsleg verðmæti getur falist í þessu. En í hverju? Það velast samfélagsleg verðmæti í því að fólk sem hefur verið í heilsársstörfum, búið í Stykkishólmi, missi vinnuna af því að einhverjir aðrir sem að fara kannski á sjó á bát á sumrin fái þá 2 daga í viðbót. Það er þessi Það er samfélagslegi ávinningur. Já, það er það sem er að birtast okkur. Já. Og þetta er nú það sem ég sagði áðan það vill þó til að ráðherrar Flokks fólksins útskýra bara galskapinn að því skammast sín ekki fyrir hann en þetta er alveg rosalegt að þetta sé að koma fram í boði Samfylkingar og Viðreisnar sem ég held að skilji áhrif málsins en bara víki sér undan að ræða. Já. Þannig að þetta verður mikið hitamál og ég einhvern veginn hvað sömdu Kristrún og Þorgerður eiginlega við Ingu Sæland? Ég hef nú haldið að Inga væri búin að fá nóg greitt fyrir afnóta þessum 10 atkvæðum sínum í Evrópu vegferðinni en það bætir í og bætir í. Já, það kom upp eitthvað ástand innan ríkisstjórnar. Við fjölluðum nú þetta dálítið á sinni tíma. Þetta var orðið mjög erfitt og var held ég afleiðing af því að hótanir voru farnar að ganga á víxl. Og við heyrðum að því hér á göngunum að Flokkur fólksins hefði hótað að slíta stjórnarsamstarfinu. Og þá ákváðu samstarfsflokkarnir ekki að call their bluff eins og sagt sem að þau hefðu vel geta gert. Ég held að Inga Sæland hafi engan áhuga á því að lenda í kosningu núna, ákváðu að gefa eftir og Flokkur fólksins færði sig þá upp á skaftið, gekk lengra og lengra og fyrir viki sagði Viðreisn, heyrðu, við erum
sá flokkur í þessari ríkisstjórn sem að kynnti sig út á það að vera fyrir aukið frelsi og minni skatta og eitthvað slíkt. Við verðum að fá þá okkar og þess vegna var Evrópusambands málinu flýtt. Það kom ekki fram, eins og menn þekkja, kom ekki fram í þingmálaskrá fyrir þetta ár og hafði verið gert ráð fyrir það kæmi á næsta þingi. En því var flýtt til þess að þóknast Viðreisn sem að var orðin mjög pirruð á því að hafa þurft að sitja undir hótunum flokks fólksins. Og hvað fær Samfylkingin? Já, Samfylkingin fær að vera ennþá í forsæti í ríkisstjórn. Er það ekki eiginlega það eina sem þau, ég man ekki eftir neinu öðru en bara að fá að hanga á forsætisráðherra stólnum? Af því að Kristrúnu augljóslega langaði ekki í þessa feigðarför með Þorgerði eins og hún lýsti ágætlega og prýðilega fyrir kosningar og jafnvel eftir. Já, akkurat og ég held að Kristrún langi ekki í þessa vegferð og ég held að innst inni langana til þess að niðurstaðan verði nei í ágúst. Það væri miklu betra fyrir hana, þá fær hún aftur stjórn á ríkisstjórninni. Hún hefur litla stjórn núna en mun ekki hafa neina ef niðurstaðan verður já, förum í aðlöguna viðræður þarna í ágúst. Þannig að ég held að innst inni þó hún hafi sagst ætla að kjósa með atkvæðagreiðslunni, þá vonist hún til þess að tapa. Og hún í rauninni bara lame duck ef að Þorgerður vinnur málið. Já. Þá bara Þorgerður in control og allt mun snúast hennar stóra mál. Þá verður Kristrún bara einhvers slags svona fundarstjóri tvisvar í viku. Já. Þegar ríkisstjórnin kemur saman og tekur við tilkynningu frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Já. Ég held að þetta sé svona það sem að blasi við Kristrúnu og kannski á hún bara skilið að lendi þeirri stöðu að hennar pólitíski ferill sem forsætisráðherra verði markaður því að skaklappast inn í Evrópusambandið. Já, kannski á hún það skilið en við höfum það ekki skilið að ég veit það. Þurfa álpastangað með henni. Nei, það er svo sem rétt en þú veist, þetta er óskiljanlegt að Samfylkingin láti semja svona eða frá sér sína eigin stöðu og en bara þau það. En þetta verður svo var þetta áhugavert. Samfylkingin hefur mér þótt svona vera að tala á þeim nótum að þetta flokkarnir eigi nú ekki að vera inn í þessu máli og leyfa almenningi og félagasamtökum að reka þessa baráttu fram í ágúst. Hvað gerir Viðreisn? Auglýsir eftir fólki til að vinna kosningabaráttunni. Já, einmitt. Þannig að þetta er allt í kross hjá þeim, sko. Já. Og svo gargar Inga að hún vil ekki inn í Evrópusambandið en segist alltaf að kjósa með því að fara í aðlögunar viðræðurnar. Akkurat. Aðlögunina. Þetta er bara aðlögun sem tekur við. Já, svo náttúrulega er allt breytilegt bara dag frá degi og jafnvel innan dags hjá Ingu. Hún öskraði líka og það kemur bara engum við hvort ég styð þetta málið ekki. Það kemur engum við hvaða skoðanir formaður stjórnmálaflokks hefur á grundvallaratriðum framtíð landsins. Nei, þetta er auðvitað alveg stórkostlegt sko en þetta er bara sko væntingarnar til ráðherra flokks fólksins eru bara aðrar en til annar ráðherra allavega síðan ég byrjaði að fylgjast með pólitík. Þetta er auðvitað stór skrítið og alvarlegt að mönnum þyki broslegt og kannski hlæja að mestu vitleysunni en alvarleikinni sá að þetta endar allt saman á sko, land og þjóð skattgreiðendum og verri stöðu ríkissjóðs og Íslands sem slíks. Já. Þannig að þetta er ekki ókeypis þessi brandari. Aldeilis ekki. En nú minni ég á Beggi meðan að náður að gerst kostur af því aldrei svo vant. Þá minni ég hvað tímanum líður. Við erum að fara í atkvæðagreiðslu. Við erum að fara í atkvæðagreiðslu eftir 11 mínútur og ágætu áheyrendur sko, það var svipur á Sigmundi núna í svona hálfa mínútu. Hann ætlaði að ná skjóta þessu inn. Já. Heyriði, kæru áheyrendur, við verðum að fara í atkvæðagreiðslu og bara minna á það að þegar atkvæðagreiðslan hefst þá hefst aðalfundur samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi sem er náttúrulega
dónaskapur svo vægt sér til orða tekið að það sem þingmönnum öllum boðið að loka fyrir það. Búnaðarþing var handerað eins og það var handerað í byrjun vikunar og svo komu veðurguðirnir í boði Jóhanns Páls umhverfisráðherra og settu strik í reikningin fyrir aðalfund samtaka aðila í ferðaþjónustu í gær. Talandi um veðrið, við þurfum að muna að fjalla um vindmýlurnar næst. Ég sé að þær eru hérna. Já, við geymum vindmylunar, það vandamál blæs ekki frá okkur. Nei. Heyrðu, en kæri áhorfendur, takk fyrir að hlusta í dag. Við mætum aftur að viku liðinni með stútfullan þátt á sjónvarpslausum 50 dögum. Hafið það gott þangað til. Bless.